Burstarfell í Hofsárdal í Vopnafirði kjörinn staður til þess að stíga aftur í tímann og sjá og upplifa hvernig forfeður okkar Íslendinga bjuggu og störfuðu á öldum áður. Í gamla torfbænum starfrækt minjasafn sem einstakt að því leytinu til að það sýnir tæplega 200 ára búskaparsögu sem tók stöðugum breytingum. En í bænum var búið allt til ársins 1966. Eyþór Bragi Bragason, safnstjóri minjasafnsins og kærastan hans, Þórdís Þórarinsdóttir, leiðsögukona safnið, voru að sjálfsögðu gestir sinn og buðu okkur til sætis í betri stofunni. Þessi bær, Burstarfellsbærinn, hann að stofninu til frá 1770 og var þá endur byggður eftir bruna. Þannig að það hefur verið bær hér í mjög langan tíma. En Burstarfellsfjölskyldan hefur búið hérna á Burstarfelli frá því 1532 í tæplega 500 ár. Og hérna sjáum við bara ljóslifandi einn af þeim. Eyþór, þú ert af þessar fjölskyldu. Ég 15. ættliður hérna. Það móðir mín bjó hérna til 10 ára aldurs í bænum og það var einmitt langaði minn sem að sá til þess að þetta yrði safn í rauninni og bærinn varðveittur. Þannig að 1943 þá seldi hann sem sagt ríkinu húsið, bæinn til varðveislu. Bæjarbygginguna sjálfa, með því skilyrði að hann yrði varðveittur og gerður upp líka, hann var í svolítið lélugu ásigkomulagi á þeim tíma. Já, kominn tími á viðhald í rauninni, það var annarkvort bara að taka ákvörðun að byggja nýtt hús eða halda þessu við og hann vildi halda þessu við, hann vildi ekki sjá þetta grotna niður. Hann vildi varðveita og gerði það þjóðminjasafnið sem á bæjarbygginguna og sér að halda henni við. Safnið sjálft þetta safnvofferinga en þetta sjálfsögum stofnun annars. Þetta bara svolítið sérstakur staður vegna þess að það ekki bara sögð saga frá einhverju einu tímabili. Þetta alveg mjög fjölbreytt. Fjölskyldan bjó hér í bænum þar til 1966. Þannig að það sem þykir mjög sérstakt við bæinn hann sýnir ekki bara eitt tímabil, heldur 200 ára búskaparsögu. Og þegar við löpum hérna í gegnum bæinn getum við séð hvernig fólki hefur bætt við bæinn og breytt honum eftir því sem árin liðu. Og í rauninni að þetta var orðið safn á meðan að það var ennþá búið í bænum. Fólki var bara búið hérna inn í gestastofu og hellt upp á kaffi og bænin sýndur. Já, bara hérna eins þar sem við sitjum. Bara nákvæmlega hérna. Og hvernig bregst hérna fólk við þegar kemur hingað inn? Kemur það því á óvart eða? Já, það kemur öllum á óvart hvað bærinn stór. Hann nefnilega mjög stór og algjört völundarhús fyrir mörgum sem að koma inn í fyrsta skipti. Þetta var nú ekkert kotbíli þannig. Nei, alls ekki. Þetta stór bær. Og hér byggu sýslumenn til dæmis hér á öldum áður. En eins og útlendingar sem kom hingað, hvernig finnst þeim svona að upplifa það hvernig Íslendingar byggu í þá daga? Þeir bara skilji þetta ekki. Skilji ekki, voru þið svona lítil? Já, þetta hérna. Algengasta spurningin. Var fólk lágvaxnara í gamla daga heldur en í dag? Af því að hér lágt til loft í ýmsum herbyggjum og síðan hvernig í ósköpunum var þetta hitað upp? Þetta eru 2 spurningar sem að næstu því allir spyrja. Já. Maður svona reynir að útskýra fyrir þeim hvernig lífið var hér áður fyrr. En hins vegar þarf maður líka að segja öllum að þessi bær hann ekki típiskur torfbær. Hann mjög flottur og stór og hér bjó auðugt fólk. Þannig að lífið var skárra hjá þessu fólki heldur en hjá flestum Íslendingum. Það var ekki svona kotbíliðin til heiða. Já. Og hérna ég heyrði að það væri 27 herbergi hérna og það í rauninni eitthvað að skoða, einhver saga liggur við í hverju horni. Þannig að þetta alveg svona verkefni að koma og skoða allt. Já. Nákvæmlega, maður sér eitthvað nýtt á hverjum degi. Betur að gefa sér góðan tíma, það má skoða allt, þú getur opnað allar hirslur og öllur rými. Það má fara upp á öll loft, það má hins vegar ekki snerta safngripina. Það alveg hreinu. Og hvað finnst ykkur? Eins og til dæmis bara þér, Eyþór, þú veist, vitandi það að öll fjölskyldaðin hefur í rauninni gengið hér ganga í 200 ár. Þú veist, hvernig tilfinningin að vera hérna og sjá þennan stað? Þetta náttúrulega bara, þetta svona, maður finnur til svona ábyrgðar og stoltsli í leiðinni. Þetta vil maður halda sig við.
því ekkert annað. Þetta náttúrulega bara gaman að þessu líka. Þetta alltaf áskorun að vera með eitthvað svona. Mikil ábyrgð. Já, en samt, þetta bara gaman. Finnst ykkur þið fá nógu marga gesti, myndu þið vilja sjá fleiri? Já, við finnum alveg vel fyrir við erum svona út og alfara leið. Já, við erum langt frá þjóði 1. Það ekki allir sem vilja gera sér ferð hingað niður. Við fáum mikið hópana sem vilja fara í einhver ævintýri og fara út fyrir þjóðveginn og þjóði 1. Já, það mikið af fólki sem kemur með ferjunni, Seyðisfirði, bara sínum eigin evrósku bílum. Það eru svona 2500 gestir sem að borga sig hérna inn í bæ á sumri. Við erum auðvitað bara opin á sumrin. Það mætti alveg vera fleiri. Það allir að koma í heimsókn. Koma Íslandingar hérna líka að skoða? Já. Þeir mættu vera duglegri við það, samt sem áður. Það allir velkomnir. Þeirra komu margir. Júlí og svo óbúslega gott veður en að Reykvíkingar þeir komu allir hingað. Þetta bara alveg einstakur bær sem að allir Íslendingar ættu að koma og labba í gegnum. Þetta náttúrulega bara, það verið að halda þessu við fyrir fólk til þess að skoða og læra af þessu. Það lögð mikil vinna í að halda við svona bæ. Það ekkert einfalt, svona torfveggir og svona. Þetta bara, við eigum þetta, menningararfur. Fólk þarf bara að gera sig grein fyrir því hversu mikilvægt það að við eigum þetta ennþá. Það ekki sjálfsagt. Á þessum árum sem að þessi bær var sem til að mynda gerður upp, þá voru menn að ryðja niður húsunum, sko. Fólk vildi bara gleyma þessum torfbæjum. Já, menn skömmuðu sín fyrir það var náttúrulega mjög leyti. Það var verið að byggja nýtt hús og svo var bara ítjúkallinn beðin að keyra þessu fram á hólnum, sko. Þannig að þess vegna ekkert margir torfbæjir sem hafa haldið við. Þeir eru flestir endurbyggðir. Já, þannig að hérna í rauninni gullið tækifæri fyrir fólk, okkur Íslendingar líka, að koma. Allir velkomnir í heimsókn.